Góðan dag. Nú erum við komin á Þróttaraheimil og við ætlum að taka viðtal við Gunnar Helgason sem gaf út bókina Víti í Vestmannaeyjum. Og ef hann er í stuði, tekur hann kannski víti fyrir okkur. Sæll, Gunnar. Hvað er Víti í Vestmannaeyjum? Bókin Víti í Vestmannaeyjum er Þróttara sem fer til Vestmannaeyja að keppa á fótboltamóti. Og svo kemur stóra systir hans líka með og bjargar málanum þegar allt fer í klessu, sko. Þess að bókin er ekki bara fótbolta, heldur líka strák sem þau kynnast í Vestmannaeyjum sem hann þarf á hjálp að halda. Persónurnar eru fjölbreyttar og áhugaverðar. Er eitthvað persóna sem þú tekur úr þínu raunverulega lífi? Sko, já. Það má segja það. Sko, strákarnir í liðinu, þessi strákar, þeir eru svolítið, þeir eiga sér fyrirmyndir í FH. Því að sonur minn er í FH og yngri sonur minn og eldri sonur minn var í FH og svo fór hann í Þrótt þegar hann var stór. Og þeir eru nokkrir sem eiga sér fyrirmyndir í fjórðaflokki í FH, yngri árunum. Þannig ég ferðast mikið með þeim farin með Vestmannaeyja og Akureyri og allt. Þegar þú skrifaði bókina, var spennandi að vita hvað gerðist næst eða varstu með sjálfkrafa allan plana? Já, eiginlega. En sko ég leiði mér að spinna svolítið með hvernig fótboltaleikir voru og svo fór ég sko að horfa á soninn minn spila keppa með FH. Sá kannski einhver flott mark og það sagði, já, svona mark verði að setja inn í bókina, sko. En sögurþráðurinn með strákinn sem þau þurfa að hjálpa í Vestmannaeyjum, hann var eiginlega ákveðinn. En svo tók rosa langa tíma að reikna út stöðuna í leikjunum, sko. Þess að ég var bara búin að ákveða í hvaða sæti þeir myndu lenda í lok bókarinnar. En leiðin í gegnum alla riðlana og inn í úrslitinn, sko, það var bara meiri hægt að stærðfræði þar að baki, sko. Bókin er mjög skemmtileg, en hún er svolítið alvarleg líka. Já. Fyrir hvað aldur finnst þetta? Fórstu að gráta? Lofið. Svolítið? Það er alltaf leið, sko, bróður minn, tvíbróður minn, hann fór líka að gráta. Það hafa flestir svona fengið kökk í hálsinn, ekki allir grátið. Já, þetta er fyrir 8 ára og eldri. Auðvitað er þetta fyrir yngri líka, en kannski þau geta ekki lesið svona stóra bók. Þeir sem eru duglegir að lesa og yngri 8 ára þeir geta alveg lesið þetta. En þetta er bara fyrir allan aldur, sko. Og af hverju er aðalpersónan Þróttari? Þetta er mjög góð spurning. Vegna þess að sonur minn er í FH, eins og ég sagði hann, og ég ætlaði að láta þetta vera FH-ingar. Því ég þekki þá svo vel að ég er alltaf með þeim og í fótboltamótum. En þessi yngri sonur minn, hann sagði að þetta yrði að vera Þróttur. Af því að, sko, í fyrsta lagi þá er ég Þróttari, en ég ólst upp í Þrótti og þar leiðandi myndi mér þykja svo vænt liðið í keppninni. En í öðru lagi þá hefði FH gengið svo vel á undanförnum árum að það væri svo margir á móti FH. En Þrótti hefur ekki gengið alveg jafn vel í meistaraflokki og þá myndi enginn vera pirraður á Þrótti. Gunni var heldur betur í stuði og nú ætlar hann að taka vítin fyrir okkur. Jæja, nú ætlum ég að prófa að taka víti. Ég hef aldrei fengið að vera vítaskipta neins staðar. Ég æfði smá stund með Þrótti og einu sinni gamla dag með Fram. Og þarna er komið gamall markvörður úr Fram. Hann er núna markmannsþjálfari. Þannig að hann ætti nú að geta eitthvað. Jæja, Hermann! Núna! Yeah! Við erum reyndar svolítið gamlir, við erum báðir 45 ára. Þannig að gætu vel farið svo að annar okkar myndi togna eða... Hvíta bandið sem hangir þarna. Lítu við, sjáðu það. Sérðu það hangir þarna. Getur það? Já.
Ég fæ annars sérs. Ég ætla að taka svona grín, svona veist. Að þykjast ætla að sparka með vinstri fyrst, sko. En nú tökum við alveg víti. Þetta var bara grín. Vítin aðeins nefnir. Ég vil bara kunngera það er þjálfur og stæði. Ok. Það mátt ekki þetta gera, ha? Já, ok. Svona á að gera það. Óverjandi, sagði landslýs unglinga markmannsþjálfarinn. Heyrðu, takk fyrir. Takk fyrir.